heyra þeir sem ok. Komið sælir, áhorfendur góðir, velkomnir hérna á IA TV. Það Sverrir Mar sem heilsar ykkur hérna. Við ætlum að byrja á því að fara yfir byrjunarliðin hjá Káramönnum. Þar Dino Hodzic í markinu, Hilmar Elís Hilmarsson, númer 5 Ísak Örn Elvason, númer 7 fyrirliðinn Andri Júliusson, númer 10 í held ég sínum fyrsta byrjunarliðsleik Frans Bergmann Heimisson, númer 14 Fylkir Jóhannsson, númer 18 Axel Freyr Ívarsson, númer 23 Óskar Vasilevski, númer 29 Aron Snær Guðjónsson, númer 30 Finnbogi Laxdal Aðalgeirsson, númer 57 Arnar Már Kárason. Þá förum við yfir Dalvíkur Reynis liðið. Þar í markinu Aron Ingi Rúnarsson sem fyrirliðið sömuleiðis, númer 5 Bjarki Freyr Árnason, númer 6 Þröstur Mikael Jónasson, númer 8 Borja López Laguna, númer 9 sá sem skoraði sigurmarkið í bikarnum gegn Þór Jóhann Örn Sigurjónsson, númer 10 Halldór Jóhannesson, númer 11 Gunnlaugur Bjarnar Baldursson, númer 17 Gunnlaugur Rafn Ingvarsson, númer 26 Númi Kárasson, númer 31 Matthew Wu Ling og númer 77 Sergi Sjabó Val. Liðin hérna að ganga út á völl og ég ætla að kynna inn með mér, svo sem að verði með mér hérna, Albert Hafsteinsson, blessaður. Blessaður, heyrir mér? Ég heyri reyndar ekki droslega mikið í þér. Ok. En núna? Ég veit ekki. Já, núna heyri ég miklu betur í þér. Ok, glæsilegt. Þetta allt annað. Þetta allt annað líf nefnilega, sko. Við erum hérna komnir saman félagarnir, báðir spila með Kára. Já, ég með 1 leik. Og 1 leik, og það var mikilvægur leikur. Já, glæsilegur sigur á móti Þrótti Vogum, útivelli. Já, ég var nú eitthvað allavega í kringu það leik, manni hvort ég spilaði. Ég var svona farin að spila minna hér í síðustu árin. Það nú flestir hérna sem að spila með IA fari nú í gegnum Kára nú til dags. Já, það nú yfirleitt þannig. Káramenn farið svona þokkalega af stað í deildinni, töpuðu síðasta leik á móti Kormáki Kvöt illa, töpuðu í bikarnum á móti FH og það var aðdáðandi að síða Kormáks Kvatar sem spurði hvort að FH og Kormáku væri þá í jafngóðu liða því að bæði liðin töpuðu 3-0, unnið 3-0. Já, það lítur að vera þannig, þá myndi það fara 3-3. Já, það myndi fara 3-3 á leikur milli þessara tveggja liða. Það lítur að vera. En Dalvíkurliðið hins vegar búið að fara frábærlega af stað á tímabilinu. Þeir eru búin að vinna 3 fyrstu leikina sína og unnu Þór í bikarnum eins og ég nefndi áðan. Og það er mikill uppgangur í Dalvíkur megin og þeir eru alveg 7. himnið þar. Þeir eru líklegastir. Já, ég meina þeir líta allavega þannig út núna. Þeir eru reynda búin að vinna ekki KFS, KH og IH sem eru svona kannski að mörgum taldi 3 vestu liðin. Já, það er þannig? Það er þannig. Þú þá í því? Ég í því. Ég í IH, ég í einu af vestu liðunum. Það er bara eins og gengur og gerist. Já, það þarf einhver að vera í því. Hvernig fór það í gær? Það tapaðist í gær. Hvernig var Dotti? Þór Þorsteinn frábær. Leikurinn farin í gang. Þór Þorsteinn frábær á flautinu í gær. Hann verður vonandi hérna í annari deildinni og fyrstu deildinni að framlíða stundir. Hann fær reynsluna þar í 3. Það Dalvíkingar sem að byrja hérna með boltan og Finnbogi þetta. Hann vel á tánum hann. Hver hann finnst það? Já, Axel á vinstri kantinum sé og Fransi á hægri. Frans á hægri, já. Hann kemur Frans. Dalvíkurmennirnir hreinsa þetta þarf aðeins að komast í ljós hvar menn að spila og svoleiðis. Já, þetta ekki bara 3 manna miðja með Fylkaranum og nú veitum hvað þeir 3 manna? 3 manna vörn? Nei. Hann þá á miðjunu, hann hérna Aron Snær sýnist mér. Aron Snær á miðjunu, Fylkir og Arnar Már. Fyrir framan hann. Hilmar Elís á hægri bakverði og Frans á hægri kanti. Hann fær Frans högg á andlitið. Borja leggur hann niður á Halldór. Matthew aftur á Halldór. Fransi gefur ekkert eftir. Nei, ef hann fær ekki aukaspyrnuna sjálfur þá brýtur hann af sér. Það er alveg kraftur í honum. Já, öxlinn segir hann. Ég veit ekki alveg með það.
Þetta hafi verið réttilega dæmt þarna hjá dómaranum. Við sjáum Andra Júlíusson hérna hægra megin í mynd. Hann í sikkurum skónum. Annar skórinn ónýttur bara. Annar skórinn ónýttur væntanlega. Hann hvað er hann, 39 ára. Hann verður að fara að spila bara í venjulegum skóm. Hann hætti þessu bulli. Nei. Það þetta brot. Hugsaði sig vel Já. Það er spurning hvort við náum að fá upp svona teikningu af byrjunarliðinu hjá Dalvík. Hjá Dalvík, eða við getum... Við svona finnum kannski bara hægt og rólega út úr því líka. Já, ég veit að Matthew og Halldór Jó eru inn á miðunni held ég. Jóhann Örn hefur verið að spila í hægri wingback eitthvað svoleiðis. Borja er upp á topp og Númi þar eitthvað staðar í kringum hann. Jón Björgvin, hann ferðaðist ekki með liðin í dag. Nei, hann missti sig í gleðinu og fekk rautt spjald í bikarnum. Hann kom inn á... Já. Nei. Herðu, þetta var frábær skalli. Þröstur Mikael sýnist mér með aukaspyrnuna. Hver er það þarna? Það er enginn þetta, sem er nummer 9. Það er 11, það er Gunnlaugur sem á hennan skalla framhjá, náðu ekki að stýra honum á markið. Káramenn láta boltan ganga. Öflugt að fá Vasilevski. Já, heldur betur á klukkadegi. Deadline day. Spilaði frábært tímabil 2018 með Káramönnum. Búinn að vera í afturöldingu síðan þá, staðið sig vel. Já, hún spila helling þar í fyrstu deildinni. Já, hún spila virkilega marga leiki. Alltaf partur af þessu fræga öðru flokki í svona seinni tíð hjá IA. Já, nákvæmlega, sem fór í þessu Evrópukeppni hérna. Já, meistarar 2 ár í röð. Þekkir það að vinna. Aron með boltan út á Hilmar, lætur hann ganga niður. Káramenn spila boltanum vel hérna í pressunni. Óskar er bara góður í þessu. Finna sendingarnar hann upp á milli. Jæja. Sendingi í gegn, frábær sendingi á Andra. Finnbogi nær honum en vinnur hornspyrnu. Það er Fylkarinn sem að fer út og ætlar að taka hana. Fylkarinn er búinn að bæta hans markaskorun heldur betur. Markfælinn í fyrra því miður. Það er líka betri holning yfir honum í ár. Já, hann var nú að koma sér í færin í fyrra, hann skuldar bara. Já, Andri kemur hann að stutta út á móti, Fylkir sendir hann aftur tilbaka, kemur með boltan á fjær og það er enginn. Ísak nær boltanum þó, heldur honum þarna með Borja í bakinu, leggur hann út, Arnar Már með sendinguna fyrir. Þeir skallaðist í burtu, Matthew tapar boltanum, vel gert Aron. Þarna er Frans, eins og talar mikill kraftur í honum. Þetta vinna sér boltan hann að þá koma Dalvíkingar. Númi snýr á Finnboga, hann fer í bakið á honum, þetta er rétt. Mátt ekki setja öxlinn í baki? Nei, Finnbogi hann þekkir yfirleitt ekkert marga af andstæðingunum sem hann að spila og lenti á móti KR í bikarnum í fyrra. Já. Hann vissi ekki neitt, hann vissi ekki hver Óskar Örn var. Er það svoleiðis? Já. Það getur oft bara verið betra. Já, það er oft ágætt. Þegar ekki sé var vanur að tilengja sig það. Þekkja bara ekkert Mandzukic. Er það Halldór Jó sem er að stilla sér upp hérna með Matthew að taka þetta, númer 10? Er það ekki? Pass. Jú. Halldór með sendinguna fyrir. Það er Borja og hann skora fyrsta markið. Káramenn eru búin að vera í vesinni með þessar föstu leikadri og Borja er höfuð hærri heldur en næsti maður. Og það þarf að passa hann vel í þessum atvikum. Sjáum hérna. Þetta er frábær aukaspyrna. Já. Þetta er það. Hver er að dekka hann? Það er í rauninni enginn
Hilmar Elís inn og í bakinn á honum. Þetta frábær skalli hjá Borja. Komnir svo rosalega neðarlega með línuna þegar hann tekur skallan. Þeir þurfa eitthvað að gera. Hann fer hann og knúsa bekkinn. Greinilega vel metinn að Borja. Búinn að vera í Dalvík í mörg ár. Búinn að vera lykilmaður. Hann kom til þeirra þegar voru í annarri deildinni. Fjall með þeim. Er þetta Spanjóli? Já, þetta er Spánuri. Staðan er 1-0 hér í Akraneshöllinni fyrir Dalvík Reyni eftir 7 mínútna leik. Káramenn þurfa eitthvað að fara að sýna. Andri klikkar á þessu. Finnbogi fær boltan aftur, setur hann í gegn. Fransi er nú fyrir innan. Já, flaggar hún. Fögnum því að sjá kvenmann á línunni. Eydís Ragna, hún klikkar ekki á rangstöðunni. Nei. Teitur Péturs, hann er skráður hérna sem læknir / sjúkraþjálfari á skýrslu Káramanna. Hann kemur væntanlega inn á eftir. Hann var sendur að sofa hann bara í upphituninni á móti FH. Já. Magna atvik. Halldóri með frábæra sendingu. Jóhann á fjær. Nær ekki að hitta markið. Þetta var vel spilað. Fyrst Matthew, svo Gunnlaugur. Já, þeir byrja miklu betur Dalvík og eiginlega bara alltaf hætta þegar þeir komast yfir miðju. Algjörlega. Þeir eru með Halldór hérna vinstra meginn í bakverði. Svo eru þeir með Jóa hægra meginn. Þeir eru að spila með 3 manna vörn. Og svo eru þeir vingbakkarnir, 2. Matthew og Gunnlaugur inn á miðjunni. Númi og Borja frammi. Svo eru þeir með Þröst Mikael og Bjarka Frey. Og hann Sergi í varnarlínunni og svo inn á miðjunni líka, já, báðir Gunnlaugarnir inn á miðjunni með, sem sagt, með Matthew. Ok. Það er þá annar Gunnlaugur Rafn númer 17 og Gunnlaugur Bjarnar númer 11. Númi missi boltan út af, finnst það að farið af Óskari. Já, þeir dæma sig hvort sem því ekki meistarar. Já, nei, hann hætti við. Dómarinn stýrir þessu ekki. Þrösturinn á línunni. Hann var handviss. Handviss með þetta. Þröstur dæmdi hann með leik hjá fjóraflokki kallaði Stjörnunni daginn og ætlar aldrei að dæma aftur fyrir Stjörnuna. Varstu svona leiðilegur? Förum ekkert nánar út í það. Nei. Krossinn, Óskar hreinsar þetta, Gunnlaugur Rafn með skotið, það er Finnbogi. Borja fær boltan og skora sitt annað mark í leiknum. 10 mínútur liðnar og það er 2-0 fyrir Dalvík. Þetta er bara eins og Finnbogi þarna hefði hann getað hreinsað þetta, færa hann í hnéð, þar er Borja aleinn og gerir þetta frábærlega. Já, þú stígu þarna allir út nefnir einhverju 2 sem urðu eftir á línunni og spiluðu hann allir rétt staðan. Þetta er ekki nógu gott hérna í föstu leikadröfunum hjá Káramönnum. Þeir þurfa að fara, eins og ég sagði áðan eftir fyrramarkið, að fara að stíga eitthvað upp og fara að sýna eitthvað jákvætt. Þetta er ekki nógu gott. Borja búinn að setja 2 fyrstu mörkin í þessum leik. Gerir hjarta með höndunum, hann er greinilega ástfanginn. Já, hann er ástfanginn af einhverjum heima á Spáni. Já. Þetta var svona ekki alveg byrjunin sem við vorum að vonast eftir. Nei, þetta er það alveg klálega ekki. Allavega ekki við sem Káramenn. Spilið út á vörninni er búið að vera fínt. En svo gerist ekkert eftir það. Frábær skipting á Andra. Frans, farðu bara staðdrengur. Gerir þetta þokkalega góð hugmynd. Þetta var nú ekkert brot held ég. Halldór Jóhann missi boltan svo út af. Gleymir að horfa boltan. Hilmar Elís liggur eftir. Verðist að hafa lent eitthvað í Halldórið þarna samt. Já, nær boltanum sýnist mér. Halldór tekur held í boltan þarna og löppina. Já. Hilmar Elís staðinu upp. Gylfi Brynjar á bekknum hjá Kára. Gylfi Brynjar mættur aftur. Langt síðan að hafa gest. Já. Aron Ingi er á bekknum líka. Var vanandi hægt að nota hann eitthvað þegar líður á leikinn.
heyrum það að hann sé meiddur. Já, eitthvað tæpur allavega. Svo eru þeir náttúrulega í banni líka, Nikolás Ísar og Hafþór Pétursson. Já, 2 í síðasta. Já. 3 rauð spjöld hjá Kára í síðustu 2 leikjum og ég heyrði af ræðunni fyrir leik. Það var ekkert farið yfir neitt spil eða neitt. Það var eina sem Ási baði var ekkert rautt spil. Það er fín byrjun. Það er ágætis byrjun. Andri fer upp í skallaboltan, brýtur af sér. Maður sjá, það er Bjarki sem er í bakinu á honum og fer upp í, setur olnbóðan í hann aðeins. Hann er nú bara að passa sig að verja sig þegar hann hoppar upp eða ekki? Jú, alveg pottþétt. Andri myndi aldrei meiða neitt. Nei, ekki frendi minn. Nei. Það reyndar ekkert aðeins aukaspyrnu á þetta. Aron Ingi með langa bolta fram, Ísak auðvelt með það. Már skallar hann og vinnur svo næsta bolta líka. Fylkir skipta honum yfir. Góð sending. Hilmar með honum. Frans kemur með sendinguna fyrir. Beint í hendurnar á Aron Inga. Aron Ingi með langa bolta fram og þar er Borja í baráttunni við Ísak. Þar hefur Ísak betur. Kemur honum á Hilmar sem heldur honum inn á. Já, gerir þetta vel. Aron skiptir honum yfir á Finnboga. Sendingin í gegn. Fylkarinn er nú ekki alveg svona snöggur. Nei, smá bjartsýni þarna. Já. Svona snöggur á fyrstu metrunum bara. Sér það Dalvíkamenn leita rosalega mikið upp í Borja í lönguboltana þegar pressan kemur. Eiga auðvelt með að finna hann, full auðvelt. Tignarlegur. Já, hann er það sko. Þetta er svona óvanalegur Spánveri sem allavega þeim sem við fáum hingað til Íslands. Frábær sending í gegn, þar er Finnbogi, kemur sendingun út, klikkar. Axel mættur hann í pressuna. Það hann er Hilmar Elís. Tekur Gunnlaug Bjarnar á, kemur boltan inn í, þar er Fylkir. Hver er með honum? Hilmar aftur, skotið, hann og yfir. Það var ágætið svo. Já, vel spilað. Það eru aðri leikir í gangi í þriðju deildinni og sjáum þetta skotið hérna aftur. Það er nú bara þokkalega vel gert. Þarna vantar einhvern fyrir neðan Fylkir til þess að fá boltan. Hilmar kemur aftur en nær ekki að hitta skotið. Já, ég var að segja að það eru fleiri leikir í gangi. Vængirnir eru að gera 2-2 jafntefli við KFG á gervigrasinu fyrir utan Egilshöll og Víðismenn eru að rúlla yfir KFS í fyrri hálfleik og það er staðan 4-1 fyrir Víði. Þeir báðu virðingu fyrir 2 vikum eftir fyrstu 2 leikina. Fóru svo og töpu gegn Augnablik í síðustu umferð. Þeir ætla heldur betur að svara fyrir það tap núna. En svo fyrr í dag þá vann Sindri Kormák Kvöt 2-1 á Höfn í Hornafirði. Tæp sending hann tilbaka á andra. Já, Sindramennir, eru þeir ekki drjúgir í þessu? Þeir eru drjúgir, sérstaklega á Höfn. Þeir eiga alltaf sinn heimavöll þar sko. Sem að þeir fá yfirleitt flest stig. Þeir áttu tímabil í þriðju deildinni þar sem þeir fengu bara 1 stig á útivelli. Það er ekkert spes. Nei, og þeir fengu held ég 19 eða 20 á heimavelli það ári. Héldu sér uppi? Já, þeir gerðu það. Þeir fóru hvort það voru 7 stig á útivelli eða eitthvað. Þeir voru í æfingarferð þannig úti, ég veit ekki hvað mörg þriðjudeildarlið sem fara í. Já, einmitt. Þannig að hún alltaf með alveg stjóra. Já, þeir eru það. Þeir eru líklegir í þessu. Kormák og Kvöt eru það nú reyndar líka eins og staðan er í dag en þeir töpuðu gegn Sindra. Ísak leysir þetta vel, Aron þarf að færa hann yfir. Óskar. Sendingur upp með vinstri. Erfið fyrir Axel sem fröslum líka er klókur að færa bara í bakið og fyrir niður. Þór Þorsteinn hefði ekki dæmt á þetta. Nei, hann vill láta leikinn fljóta. Já.
Þetta svona flott uppbytun fyrir meistaradeildina í kvöld. Já. Við mælum að sjálfsögðu með því að þeir sem eru að horfa á þetta, þeir taki nokkra kalda og ferri sig svo bara yfir á Viaplay eftir þetta. Aron Ingi komur hérna langt út á markinu til þess að spilna þessu fram. Væntanlega ætlar hann að senda hann upp á Borja. Já. Enginn Og áhaldunum. þar hann bara með tíma og pláss til þess að taka boltan niður. Káramenn vinna boltan. Óskar Andri klikkar hann að. Arnar Már nær boltanum. Þá fer Frans að kemur sendingun í gegn. Og stutt. Frans mætir aftur. Hittir ekki boltan. Halldór skiptingun yfir. Finnbogi vinnur það. Skallar hann út af innkast. Alltaf bætast í auglýsingaskiltin hérna í Akranesshöllinni. Gaman að sjá. Já, Rafpro eru hérna fremstir í flokki. Sjálfsögðu. Það er okkar menn í rafmagninu. Já. Kallabakari líka. Það er okkar menn. Heldur betur. Eigandi Rafpro, hann styrti Kára á lokahófunni fyrra. Já. Dældi einhverjum seðlum í hann. Já, þetta. Halldór Jó fær bara að labba hérna í gegn. Herru, þetta var Og allt það er svo Aron Snær sem að... Nei, herru, Nei, brýtur ekki á honum. Þarna er Númi. Óskar Vasilevski kemst fyrir það og Káramenn fá að einhverjum óskiljanlegum ástæðum markspyrnu. Við þurfum eiginlega að fá að sjá þetta atvik aftur ef það er hægt. Þetta er svo kallaður darraða Þarna dans. er Halldór. Aron Snær eiginlega brýtur á honum. Ísak lætur Núma vinna af sér boltan. Ja, þetta er nú rétt. Þetta var nú markspyrna. Vel gert hjá Óskari hana. Þetta var klaufalegur varnarleikur. Sjáum Arnar Már gefur ekkert eftir. Ekki eina tómu. Axel nær ekki að vinna boltan að þresti hana. Jóhann. Finnur þröst aftur. Á milli. Já, það er það. Þetta er Sendingin í allt gegn. og Númi auðvelt. A-leit. Dino Ver. Og hann flautar hendi. Það ekki. Sjáum hann að Sér er plássi, hvað er Já. enginn á miðunni? Þröstur Mikael með allt plássið í heiminum. Númi tekur bara hlaupið á bak við Ísak, sleppur í gegn. Það er Dino betur en enginn. Já, Aron náttúrulega ekki vanur að spila á miðunni væntanlega. Nei, ekki allavega núna síðustu mánuði. Meira verið í varnarlínunni. Þessi bolti fyrir út af, engast fyrir Dalvík. Kármenn þurfa að fara að þétta betur hann inn á miðuna, það er rétt hjá þér. Annarkvort að stíga betur upp með vörnina eða láta einhvern miðjumannir sitja. Já, þetta er svona sikkur megin við Aron. Þeir eru Já. fara báðir einhvern veginn upp. Já. Arnar og Fylkarinn. Já, Fylkarinn mjög sókndjarfur. Aron nær að snúa. Ég með sendingur upp á Andri fyrsta út. Þetta er nú 4. 5. skipti sem Andri klikkar á svona sendingu fyrsta. Kallum eftir meiri gæðum. Dino Ísak með nægan tíma. Skiptir honum yfir. Þar er Axel. Kemst ekki í boltan. Þröstur er að skalla þessi burtu. Jói. Jói Kára með vinna boltan. Axel, farðu bara á hann. Svo fálið eða eitthvað. Já. Axel ennþá með boltan. Sergi á mótunum. En Sergin er að pota þessu í innkast. Þá getur Káraliðið vonandi fært sig aðeins ofar. Eins og þú segir, mjög fálið að það er fram. Fylkir aftur á Finnboga. Fylkir hann færir hann niður. Hann þurfa að skipta honum. Óskar kemur með sendinguna yfir. Það er Frans í baráttunni. Hann er flaggaður rángstæður. Þetta var nú klaufalegt. Svo hraunar hann yfir Eidísi. Ekki sáttur. Hann sér línuna betur, segir hann. Hún svarar honum ekki. Nei, hlustar ekki á þetta. Ekki í fyrsta skipti sem að einhver fer að kvarta í henni undan ránstöðudómi.
Ég held að sé alveg með þetta. Já, ég held að það sé 100%. Langur bolti fram og þar er Borja. Jæja, Ísak vinnur þennan bolta. hluftu, Frans með nægan tíma, no pláss. hér það á Andrengur. Farðu lengra, er engin með þér. Andri snýr, kemur boltan yfir. Já, hugulegt. Góð sending. Já. Axel reynir hann að finna Finnboga utan á. Það gengur ekki, þá koma Dalvíkur menn. Hver er þetta? Gunnlaugur sem að setja boltan hann upp í þak. Það eru vanir að spila á gerfugrasi úti, hann á Dalvík. Já, flottu völlur þar. Já. Ertu búinn að spila það núna? Nei, við eigum Og færðu það væntanlega ekki, eða? Nei, ekki. Eru Káa búin að færa sig yfir á æfingasvæðina? Þeir eru að gera það núna bara hvað á hverju. Nei. Hilmar, þeir þurfa að fara að nýta þetta plássinn úti á köntunum betur. Já, vel gert. Heldur í skilurunum aftur á Hilmar með góða sendingar á Fylki sem næri ekki að taka á mótunum. Jóhann hreinsar hann í burtu, Matthew leikur á Frans. Halldór með sendingar upp, Númi nær að stíga, Ísak út. Keirir núna Óskar. Óskar gerir vel hana. Þolinmóður. Það Borja, Matthew. Matthew færir hann yfir. Það er Gunnlaugur Rapp. Halldór finnur sendinguna hérna á Gunnlaug Bjarnar í hlaupinu. Borja. Borja færir hann út á Þröst. Gunnlaugur Rapp aftur, Andri sitt að pressa, hann tekur hann niður. Þetta var brot. Já, þetta var klásbrot. Boltinn segir Sveinbjörn Hlöðursson. Já. Honum fannst það, sitt sýnist hverjum. Halldór. Dalvíkingar þolinmóðir hérna að halda boltanum. Reyna að veiða Káramenn út úr svæðum. Og það gengur bara Halldór ágætlega. Aleit tekur skoti. Óskari fyrir. Það gengur bara mjög vel að veiða Káramenn út úr sínum stöðum. Já, svo búðaði sér alltaf til pláss fyrir fram að vörnina. Óskar niður á Dino. og 30 liðnar og það staðan er 2-0 fyrir Dalvík. Káramenn ekki ennþá fengi almennilegt færi. Nei, þetta er búið að batna aðeins. Ja, þetta er búið að skána svona varnarlega og uppspilslega en það vantar svona aðeins að nýta enda hnútinn á sóknirnar. Frans býður hérna eftir Hilmari til þess að taka innkasti. Hilmar ætti nú að geta kastað til langt. Þannig byggður. Það var útskrifast í gær, held ég. Já, til hamingju með það. Svo ekki með það drengur. Þetta var bara eins og að drekka vatn, kastaði hann inn á deginn hérna. Þessi boltan út að reyna að fiska hérna aukaspyrnu en fær hann ekki. Nei, Eidís lætur ekkert gabba sig svo létt. Nei. Enda ekki búinn að stíga feilspor. Halldór með langa boltan fram sem Hilmar skallar aftur inn í bakkan. Fylkarinn. 1-2. Aron færir hann yfir. Frábær sending. Axel einn á móti Þresti. Reynir að taka hann á. Þröstur er bara góður í fótbolta. Tekur á hann á boltan. Er Baddi ekkert mættur inn það? Nei, hann er væntanlega að horfa núna. Ef þú vilt senda hann kveðju. Skrítið að hann sé ekki mættur, segi ég bara. Já, sammála því. Það er leikur hjá Ægi, hann er með nýlokið í Þorlákshöfn. Ok. Ægismenn unnu 3-0 sigur á Knattspyrnufélagi Austurlands. Þeir byrja þetta býsna vel. Já, þeir hata að fá sér mörk Ægismenn. Eitthvað sem að Káramenn ætti að fara að tileinka sér. Er hann Serbi eða Króati sem er með hann? Nenad. Já. Held að hann sé Serbi. Já. Hann er öflugur.
Fylkar með sendingun inn í teginn. Það bara enginn. Nei, skrítið. Það var ekkert að þessari sendingu. Nei, þetta var bara mjög góð sending. Enginn inn í teg. Enginn tilbúin að fá hann fjær. Og stilla Dalvíkinga bara upp. Svo ýta þeir öllum fram og Aron sparkar á Borja. Nei, sparkar hann út til hæri. Finnbogi missir á honum. Aron er að skila honum út af. Það hefur mikið verið að tala um það að KFG menn skori bara þegar það þarf. Þeir jöfnuðu í kringum 80. mínútu og skoruðu svo sigurmarkið undir lokin. Þannig að þeir taka væntanlega 3-2 sigur á Engjónum. Ekki fyrsta skipti sem að þeir skora mörk undir leikja þegar þeir þurfa á að halda. Hilmar Elís þarna með sendinguna. Fylkarinn nær ekki að stýra þessu á markið. Boltinn er þau í leik. Axel. Finnbogi. Þetta var tæp sending. Númi kemst inn í þetta. Gunnlaugur færir hann yfir á Matthew. Arnar Már vinnur Ána boltan, vel gert. Hvar er hlaupið á Andra? Þarna. Andri með skoti. Rétt framhjá. Þetta var nú betra. Já, vel gert þarna. Betra að sjá. Góð pressa þarna hjá Arnari Má. Lætur ekki blekkja sig hann með sítaninum. Nei, gauf á honum þarna. Já. Andri hann tekur eitt hik og reynir svo að lauma honum. Gekk ekki. Það er betra að sjá svona. Við erum allavega farnir að skjóta markið og komnir nær þessu. Aron vinnur þennan skallabolta. Sergei sem að sendur hann í burtu. Númi setur pressu á Dino. Brýtur nú á honum eða ekki? Jó. Þetta var tæp sending aftur tilbaka. Við þurfum að fara að passa þessar sendingar. Það sjá. Sergei setur hann upp. Óskar tekur touchið. Hæg sending. Númi á fullri ferð. Dino setur boltan. Já, ég held að sé nú í lagi með hann. Já. Þekkir þetta vel. Hann er væntanlega fengið hann í sig samt. Já, þetta er óþörlegt. Heldur áfram. Leiklokið í gráinum. 2-3 fyrir KFG. Já, hvernig eru þeir með einhverjar gamlar hetjur eða? Já, KFG með ákveðtis lið sko. Þeir eru með Kára Péturs og Jóhann Ólaf på topp. Síðan, já, Jón Arnar Bardal hérna á bekknum. Já, Jóni Bardal er farin að koma aftur inn í þetta. Hann meiddist fyrir tímabil. Finn Axel er á bekknum líka, góð leikmaður. Þetta er allt alvöru lið í þessari deild. Já, ég meina, hann var nú að spila í efstu deildi fyrir eða ekki? Hann Jón Arnar. Jú. Og Kári P. var með Stjörnunni fyrir helminginni fyrra. Akkurat. Þetta eru góði leikmenn. Þeir voru á tímabili, héldu allir að þeir væri að bæta við sér tveimur fyrir pepsildaleikmennum líka. Ingiberg Ólafur og Óli Örn. Já. En þeir á endanum skiptu ekki yfir. Þeir voru búin að vera að æfa. Já, ok. Vildu fá það þarna yfir en þeir endur á því að koma ekki. Dino hann staðinu upp, virðist vera. Hann er nú alltaf ennþá að reyna að mjólka þetta, eða það? Nei, þetta hefur verið vond. Hann hefur meitt sig. Erum við með varamarkmann eða? Nei, Gylfi Brynjar er farin að hitta sig. Já, ég veit ekki með það. Hann kemur væntanlega ekki inn í markið. Hvað myndir setja í markið? Ella Lár? Já. Já, getur náttúrulega líka sett einhvern sem er inn á núna. Já. Góða punktur. Ætli Vasilevski sé ekki fínn í rammanum? Jó, svo köttur á honum. Þessi með sendinguna fram. Fylkarinn ætlar að reyna að stinga sér í gegn. Fylkarinn er að taka góð hlaup, sko. Já. Þurfa að finna hann nær honum. Ekki svona mikið í gegn. Boltinn upp í loftið og Dalvíkingar sparkar hann tilbaka. Hætti þessu að sparka í loftið. Þetta er ekki á neitt.
Finnbogi hérna slæma sendinguna við hérna. Dalvíkingar bara þolinmóðir. Þröstur finnur Gunnlaug Bjarna Hesafóni í hendina á honum. Dómarinn sjá það. Heyrðu. Orrið snöggur fyrir. Sparkaði bara í hann. Geði hann guldspjald. Sama Sigurjón Ari líka kominn hann inn á bekkinn. Já, hann spilaði undirbúningstímabilið. Var hann ekki með skallagrimi fyrra? Jó, með skallagrimi fyrra og K á eitthvað. Frábær sending hann í gegn hjá Andra Júl, Hilmar Elí, setur hann inn á fjær og það er Frans, nær ekki nógu góð skoti. Þetta var góð sending hjá Hilmari, skilaði sér ekki alla leið. Góð sók bara. Frábær sók, Andri fær hann það, smá tíma, tekur touch. Frábær sending inn í. Hilmar hefði getað sett hann það út á Frans í fyrsta. Þetta er allt í áttina. Við látum að fara að fá mark. Er þetta Baltasar hann eitthvað að gaufast í kringum völlinn? Finnbogi á Axel. Hægta nú bara á, farðu bara á ferðina. Nei, Andri. Skoti varnamann. Arnar Már mættur, tekur boltan. Heyrðu, þetta var Færin yfir. Finnbogi datt hana. Nei, Arnar Már datt. Hilmar Elís missir boltan. Þetta Kára. Já, Eydís er með þetta sko. Já, hún er með allt upp á 10. Það eru í mislitum skóm, hún sér það á því. Andri, hann er í mislitum skóm sem er leiðis. Það er eiginlega ekki alveg hægt hjá honum. Ég ætla að fá að segja það aftur. Númi Vasilevski í bakinu. Nei, ekkert á þetta. Ekkert á þetta. Ég meina að fá eitt fyrir hlið. Já. Ísak með góða sendingu hérna. Fylkir tekur skoti. Við erum að komast í góða stöður. Góða stöður. Ekki alveg að framkvæma þetta rétt. Það var góð sending andan frá Ísaki upp á Frans. Hann er 1 á 4 sko. A1 á 4. Fylkir hefði þurft að leggja hann út aftur á Frans. Já, þetta er svona hérna síðasta sendingin, síðasta mómentið sem er að klikka. Það er að opna það ágætlega. 10 mínútur til hálfleiks, þannig að Kárumenn hafa 10 mínútur til þess að minnka muninn. Hilmar Elís kemst inn í þetta. Aron Ingi á ekkert að vera að reyna þetta, hann bara setja hann upp á borja og búið að virka hingað til. Finnbogi. Þetta er Ranganga. Óskar. Arnar Már kemur hérna niður. Nú er bara að pressa. Hérna ætla að leysa þetta. Það er bara eitt langur. Það var út af. Þakkið eða út af. Hanna virtist Dino ekki alveg vera klári að taka þátt. Í spilinu? Já. Nei, hann er eitthvað að kvenka sér. Já. Hvað er með markmannin hann að... Hvað er hann með á hendinni? Svört ermi hann að hægra meginn. Ætli þetta sé ekki bara eitthvað svona íþrótta ermi. Eins og LeBron er alltaf með. Já, þetta er aðtilsvært. Eitthvað svoleiðis. Svo er hann alltaf með fyrirlega bandi hinum einn. Já. Dino sendur hann út á Hilmar. Sér að Dino gengur ekki alveg heilt í skóar. Er að haldra. Það er ekkert spes fréttir. Alls ekki spes. Andri. Aftur á Hilmar. Hilmar með sendinguna í einskismannsland. Þetta er á engan. Nei. Þurfum að tengja þetta eitthvað aðeins betur. Eins og ég sagði áðan, Fylkarinn vill ekki vera að fá bolta mikið í gegn. Það vil fá hann meir í lappir. Þar er hann góður. Gunnlaugur og Matthew. Svo hinn Gunnlaugur. Yfir á Jóa. Þröstur yfir á Bjarka. Borja kominn hérna niður. Þeir spila boltanum hratt og vel. Þeir hreyfa þetta allt gal opið.
Dalvíkingarnir eru búin að fatta það þarf bara smá þolinmæði, nokkrar litlar sendingar og þá er allt búið að galopnast. Já, Þeir eru aftan miðjuna. gerst Þetta vinnur fylkarinn. Boltan, það er innkast. Andri snýr með hann. Þetta er brot. Já, við erum svona svolítið að flýta okkur. Já. Svona í sókninni hérna þegar Hilmar sendir hann upp. Já, Það er ekkert stress, bara Nei. snúið og halda áfram. algjörlega. Þarna á hann að spjaldaborja eftir mínu bókum. Ég held að þetta væri bara alltaf spjald. Já, ég held að Andri tók aukaspyrnuna, Borja stóð fyrir. Kannski þekki við bara reglunar ekki nógu vel. Andri með sendinguna á fjær, það er Frans, nær ekki að hoppa upp í þetta, nær halda honum inn á samt. Það kemur Hilmar í aðstofuna. Hilmar tekur á móti honum, krossinn inn í, Aron framlengir, það er Axel, missir boltan. Bogi, það er Andri, snýr vel, þetta skotið, Ó, vel gert, góður snúningur. frábær snúningur hjá Andra, skotið rétt framhjá. Það er hann nokkrar, gerir þetta frábærlega þarna, Leikar og Jóa í kjörstöðu, þetta er staðan sem hann vill vera í. Hittir ekki á markið, þetta er búið að vera nokkrar svona næstu því sóknir í röðu núna hjá Káramönnum. Hverju lítur einn að fara þetta? 7 mínútur til leikhlés. Hennar snerti Finnbogi, Dalvík á þetta. Þröstur, það er hann yfir að Bjarka. Berki með hann niður, það er allt galopið hérna vinstra megin. Aron setur hann upp á Borja. Rangur hann, já. Já, Frans vippar hann inn á Andra. Andri nær missir boltan aðeins frá sér en fær hornspyrnu. já, takk. Já, já. Þetta er allt upp á 10 sem fyrr. Já, Dalvík er aðeins búin að slaka á svona eftir fyrstu 20. Já, Byrjuðu bara á vald yfir okkur hérna. dóminerandi. Það hinga til að þeir sem að nýttu færi sín. Andri með boltan á nær. Það er ekki að framlengja honum almennilega. Fylkir hérna náðu ekki að lyfta boltanum úr hornspyrnunni. Kárumenni innkast. Þetta var samskiptaleysi. Hilmar kasta boltanum bara aftur fyrir. Algengur misskilningur hjá mörgum knattspyrnumönnum að aðrir geti lesið hugsanir þeirra. Þarna voru þeir greinilega að hugsa sitthvorn hlutinn. Hvað gerum við þá, Albert? Hvað segirðu? Hvað gerum við þá? Þeir eru að hugsa sitthvort hlutinn. Þeir verða að tala saman bara. Já, það er betra sko. Það er óskandi. Fylkir benti nú samt út í horni. Já, já, gerðu það. Hann gaf þetta í skín. Skallatennis. 4 skallar hana. Finnbogi tekur hann niður. Jói kemur í pressuna og vinnur á hann á boltan. Það var búið að vera smá brasa Finnboga sem er nú yfirleitt bara Ekki. allra besti maður og allar þess að kara. Þetta var gott spil. Axel er ekki að komast í þetta. Heldur þetta sé skipulagt hjá Dalvíkamönnum að þegar að Káramenn er í pressu að setja hann alltaf upp í loft. Það er búið að gerast óþarlega oft. Já. Þeir vita það að boltinn verður droppaður niður og þeir geta stilt upp og sparkað hann tilbaka. Þetta er fáránlegt. Þú pælir í þessu. Ja, þetta er það. Það eru lið sem að gagngert nýta sér þetta. Sendingi fram, það er Þröstur, skallar hann í innkast. Matthew vinnur boltan. Berki, Sergei, spila hann að rata vel sín. Það er hann í grímuna maður. Beint á trínið, Arnarum á. Dalvíkingar er halda boltanum, Borja reynir að finna Núma hann í gegn. Óskar Vasilevski er hárréttu stað. Hilmar
og þurfa Káramenn að fara að gefa í. Það eru 3 mínútur þangað til að flauta verið til leikhlés. Það er að fara að ná einu marki en það getur breytt svo ofboðslega miklu. Fá Dalvíkingarna stressað út í síðari hálfleik. Þessi er góð. Þetta er góð sending, Fylkarinn. Nei, hann klikkar hún held ég. Það geti verið, getur séð þetta aftur. Hvar er Fylkir staðsettur þegar sendingin kemur. Þarna tekur hlaupið. Jó, hann er nú aðeins fyrir inn að síðan mér. Ég ætla ekki að efast ADC. Nei, þú ættir ekki að vera því heldur. Aron, þessi verið upp í loft. Þetta er ekkert öðrulega þreytt. Já, þeir eru bara að bíða eftir hálfleiknum síðan mér. Halldór sendir boltan tilbaka. Dino sem tekur hann bara strax upp. Trippar bara svo körfubolta það. Já, já. Heldur bara á honum í annari. Andri Axel fær boltan í sig. Nær ekki að taka með sér. Aron hreinsaði fram. Það er Vasilevski í baráttunni við Núma. Vinnur það. Aron snýr. Það er Fylkir. Andri. Flott Þetta er frábært spil. Finnbogi. Takt á rás. Kemur sendingin í gegn. Þetta hefði geta verið gott færi. Frábært spil hérna. Andri, Aron, Finnbogi kemur hérna á vörnina. Aron heldur áfram sínu hlaupi. Það er Frans líka. Missir touchið aðeins og langt frá sér. Missir boltan í gegn og það er Frans komin fyrir innan. Káramenn búin að vera töluvert sterkari núna svona síðustu 20 mínútur. Já. Sendingin inn í miðjuna, Aron reynir að snúa á 2, heldur boltan og svo. Frans hérna út í hægra megin. Rólegur, það er enginn. Skiptir honum yfir, vel gert. Finnbogi og Andri og Finnbogi aftur. Axel. Þröstur er búinn að vera, já, að byrja hvað var þetta? Datt í skotinu, í sparkinu. Andri skiptir honum á fjær. Þar er Halldór Jó klár. Hilmar og fær hann aftur, missir hann út af. Halldór sendir hann niður Aron. Aron skiptir hann niður hægra megin. Það er Vasilevski Halleinn. Tekur bara boltan niður. Finnbogi, frábær sending. Vel spilað. Andri skiptir honum yfir. Vel gert. Gal opið hérna fyrir Hilmar Elís. Það er bara að nýta þetta. Með sendinguna fyrir. Þar er enginn. Þeir voru komnir alltof innanlega handa Káramennir. Aron tekur hann niður. Arnar, Ísak. Svo er að fara að fá Andra Júliusson inn í teginn. Upp í loft. Í loftið. Þetta er allt saman virðist vera viljandi gert. Venjulegu leiktími hérna í fyrri hálfleik er liðinn. Komnir 37, 8, 9 sekundur yfir. Dino. Ísak. Það er Fylkir og Andri búin að skipta stöðu. Já, sýnist það. Fylkir komin upp á toppana og Andri meira að reyna að dreifa. Dino með svona frekar skrýtna sending út á Óskar. Lyftir honum upp með vinstri. Það er Axel í baráttunni með Þröst. Frans tekur hennan. Andri reynir skotið. Þessi er framhjá. Þetta er bara ekkert að þessari tilraun. Hann er inni ef hann hittir að ramman. Já. Aron Ingi hann komin lengst út. Þetta var rosalega spes. Matthew seinna átta sig, ekki Andri. Aron Ingi stendur bara hann á teikslínunni. Hann sömuleiðis lengi að kveikja á þessu.
Boltinn stoppaði bara hann á miðjum velli og virtist enginn ætla að taka. Akkurat. Mjög spes. Þarna Arnar Már skallar hann út af. Þetta fyrir dómarinn að líta á klukku sína. Flautar hann þetta. Flautan komin í trantinn. Já, kastar inn á, þá flautar hann af. Það er hálfleikur hér í Akraneshöllinni. Leik Kára og Dalvíkur. Við ætlum að sjá mörkin eða ekki. Það var fyrsta markið. Þar kom Halldór Jóhannsson með sendinguna fyrir. Fastleikadari sem komnir allt og neðarlega. Allt og neðarlega. Borja þarf ekki nema að standa, hoppa og skalla. 1-0. Seinna markið kemur eftir hornspyrnu. Stíga allir út nema einn. Nema, já, Finnbogi. Já. Þetta er svona klaufalegt. Finnbogi fær að nýja eftir skot frá Gunnlaugi Rafni og boltinn beint á Borja sem að klárar. Borja með 2 mörk í þessu leik. Staðan 0-2 í hálfleik. Við ætlum að taka okkur smá pásu. Svo komum við aftur innan skamms.
Já, komið sælir árið góðir, sjáum Albert er hérna á röltinu til okkar í mynd. Staðan 2-0 í hálfleik fyrir Dalvík, sýnist Káramenn ekki gera breytingu á sínu liði í hálfleik. Ekki Dalvíkur, menn heldur, þannig að það koma 2 óbreytt lið, blessaður Albert. Blessaður. Stúkunni, Siggi Jóns, Lúlli, Já, Brandur, fyrir fleiri. Heimi fasteignarsali, Já, hann er mættur að horfa á Frans. svo þessir helstu Valgeir Valdi og Óli í sjoppunni. Já, Bakir á Junior Sport sem mættur líka. Þá getum við byrjað þetta bara. Já. Haraldur Gata Ingarsson er líka mættur. Já, Ekki glemma honum. Og Haukur bróðar Hákons. Sér það, það eru svona helstu byssurnar. Vonandi heldur þetta áfram bara eins og þetta endaði í fyrri. Já, við verum að vona það. Við verum að vona að þetta byrji ekki aftur eins og fyrri hálfleikurinn byrjaði. Andri byrjaði hann með boltan. Ísak kemur svo bara með langan. Einn langur, Axel nær ekki þessu bolta. Þröstur Mikael í ykkur basli hanna. Þröstur ber boltan henni upp. Kemur með sendinguna fram á Jóa sem að verðist vera búinn að færa sig aðeins ofar eða hvað. Hendi. Eru Dalvíkingar komnir í 4 manna vörn eða hvað? Nei, hann ekki að skottast hann tilbaka. 22. Er 22 nýkomin inn á það? Opnaður úr skýsluna. 22 kemur inn á í hálfleik. Willem Otto Býring og út af fer Gunnlaugur. Nei, hann liggur hana. Númi er ennþá hérna. Halldór er ennþá hérna. Þetta nú við. Borja fór út af í hálfleik. Já. Skoraði 2 og þakkaði fyrir sig. Það er fínt. Já, það er ágætt fyrir Káramenn allavega. Uss. En Vilhelm vinnur handa boltan af Hilmar Elís. Geysist upp kantinn, gefur með sendinguna. Þar er Vasilevski eins og svo ofta áður á réttum stað. Vilhelm fær boltan aftur, Matthew. Þar er hann, Andri vinnur boltan handa af Gunnli. Þetta var nú brot en halda áfram leik. Fylkir færi boltan yfir, Finnbogi með endalaust pláss, keyrir á stað. Reynir að finna sendinguna, þar er enginn í hlaupinu. Sjáum að Vilhelm kemur inn á fyrir Borja, kemur í vinstri vingbakk. Halldór færi sig yfir í hægri vingbakk og Jóhann Örn er komin upp á topp með Núma. Jóhann Örn nú yfirleitt verið sóknarmaður, hefur verið að leysa þessa vingbackstöðu. Og eins og ég sagði í byrjun skoraði sigurmarkið á móti Þór í byggarnum. Langur bolti hérna frá Þresti Mikael upp á Halldór í hlaupinu. Halldór hefur betur gegn Finnboga, kemur sendinguna fyrir. Það þarf að hafa betri fyrirgjöf en þetta á móti Dino Hotseit. Dino með langar boltan fram, Andri ekki búinn að skila sér úr ránstöðunni. Ég fekk skilaboð í hálfleik. Andri á nýja skó. Nú? Já, þeir eru bara óþægilegir sann. Já, ok, það er óhefni. Kaupir alltaf sömu típuna. Alltaf jafn óþægilegir þessi nýju. Verð ég að venjast þeim fyrst. Já, það þarf að fara að finna einhvern markað sem að selur. Þægilega bara strax. Já, eða bara sko svona skó sem er búið að nota aðeins og rýmka fyrir næsta mann. Ég veit ekki hvað hann á að finna það. Það getur leitað. Arda Már kemst þarna inn í sendingu. 3-2. Nei, Fylkir næra boltanum þá. Reynir skotið. Þar er Sergi fyrir. Andri stígur yfir hann. Kemur með krossinn. Það er bara ekki nógu gráður hann inn í teig. Sjáum Axel stóð hann bara fjær. Frans tógar hann í Matthew og hann fær hann spjald eða ekki. Alltaf heyrist í Svenna Hlö. Það sleppur.
Það er ágætt. Já. Það er fínt að Frans sé sem styðst á gulu spjaldi Já. á það til að fá það seinna. Langur bolti fram, Vasilevski skallar þetta í burtu, Jóhann tekur seinni boltan og Vilhelm í baráttu við Hilmar Elís sem að Hilmar Elís vinnur. Vilhelm hann að bóta boltanum í burtu, dómar var ekki að horfa, gefur honum orðið í eyra. Petti. Ég myndi ekki kalla það. Það var kallað Petti og dómarinn, nei þjálfarinn, sorry. Dómarinn ekki kallaði Petti. Ég veit ekkert hvað hann heitir. Nei, ég veit ekkert hvað hann er. Hann er búinn að standa sig ágætlega svona. Já. Já, við sjáum það eins og við vorum að tala hérna í lok fyrriháleiks að Fylkir er bara komin upp á topp. Já. Hann er bara að spila fremstur. Eru tveir djúpir. Já. Búinn að breyta því kannski þannig eða hvað er Andri komin nú? Nei, þeir eru nú bara rótera. Andri komin líklega bara í hóluna og þeir tveir sitja þá aðeins meira. Já. Arnar og Aron. Já. Finnbogi tekur hann engasti, kastar hann inn á teig þar sem Andri er, tekur hann á bringuna, Fylkir nær ekki í boltan. Matthew sendingar upp á Núma, hann snýr, reynir að finna Vilhelm í gegn. Það var erfiður bolti. Hilmar Elís undan í hann, fyrir Frans. Frans snýr. Og þetta er Bjarki sem að gefa boltanum hann út af. Hilmar snöggur að taka, Andri setur hann á Frans og fær hann upp í hendina. Klöfalegt. Já, skoppar upp í hana. Fær sendinguna, þannig að fyrir að aftan sig aðeins. Við vorum að velta því fyrir okkur áðan hvort að af hverju Aron Ingi væri á bekknum. Hann er sem sagt eitthvað meiddur í betra hnénu. Sem sagt hann náttúrulega sleit krossband á öðru hnénu, svo er hitt hnéð og hann er meiddur í því. Okay. Og þeir halda að það sé eitthvað tengt liðböndum. Hann er ekkert að fara að koma inn á það. Hann hefur lítið getað æft en er þó með og virkar alveg í hrotta standi. Hann illt í hnénu og er á leiðinni fara menn ekki í segulófskoðun. MRI? Já. En þetta var allavega ekki góð sending í gegn hann hjá Káramönnum. Borgar Svenni það? Ég veit ekki hvernig það er. Nei. Þeir hljóta að vera eitthvað tryggðir. Ég veit ekki hvernig það virkar. Nei, ég bara þekki það ekki. Ég meiðist aldrei. Það er ekki að pæla í þessu. Menn eru allavega ekki á samning, þannig að ég held að Káramenn séu ekki lögbundnir neinum lækniskostnaði. Nei, það er spurning því að þetta gerist á vegum. Já, það veit ég ekki hvernig þetta er. Já, það er spurning. Þarna liggur Ísak Örn heldur höfuðið. Hvað gerist þarna? Ísak væntanlega fer upp í skallaboltan og býtur nú við. Hvað gerðist þarna? Er þetta eitthvað eftir á það? Já, eins og Jói slengi hendina svona fyrir aftan sig og hún lendi á andlitinu á Ísaki. Þetta var alltaf ekki í skallaboltan. Nei, og þetta var 100% óvilja verk. Teitur Péturs læknir og sjúkraþjálfari, hann kom hann inn á en Ási kom bara með honum. Já, sjáum þetta aftur. Ég ger mér ekki alveg grein fyrir hvað gerist þarna. Kemur Teitur með vatnið. Teitur þekkir þetta frá síðasta leik eftir að Dino hamraði hausinn á honum. Já. Það var leiðindi. Já, það var ekki hjálplegt. Ísak er allavega ekki rótaður eða vangaður eða neitt svoleiðis sýnist mér. Hann bara fengið smá högg á smettið. Hvaða dagur er í dag, spyr dómarinn. Hvað heitirðu, hvað erum við að gera hérna? Káramenn er að tapa. Það eru væntanlega svarið. Því miður. Því miður 2-0 fyrir Dalvík eins og staðan er 54 tæplega liðnar. Segjum við 53 rúmlega kannski. Skiptir ekki þetta máli. Aron færi sér niðar. Ef það er meira, þá er það rúmlega. Ef það er minna, þá er það tæplega. Ég veit það. Ég var að meina hvort þið séu 53 rúmlega eða 54 tæplega.
54 rúmlega. Já, það er nefnilega vitlaust á klukkunni. Þeir létu hann að ganga 58 sekúndur fram yfir í fyrirháleik og íttu svo bara að starta á Nú fyrir við Eggert, sko. Já. Eggert Halldórsson. Hann klikkaði aldrei. Ekki einu sinni. Alltaf verið með þetta upp á 10, hann er ekki hérna í dag. Hvernig eftir því að hann fara að láta sjá sig aftur inn aftur. Matthew skallar hann inn á Núma. Arnar Már, hann var ekkert lamb að leika sig við. Þetta er bara rétt hjá henni. Já, þetta er rétt hjá henni. Hann vildi fá aukaspyrnu væntanlega. Já. Heyrðu, 80s, þetta var ekki fallegt, segir formaðurinn. Fá aukaspyrnu hana. Hvað ætlar hann að fara að mynda þetta? Já, fyrir hann að teka myndir af þessu. Nei, herru, þetta var... Býtur nú við. Matthew snýr. Þetta gæti hafa verið hendi. Dalvíkingar átt að fá víti. Sýnist það á Finnbogi hreinsar þetta frá, við erum að sjá þetta aftur. Þarna kemur langt inn kast. Stígur inn á völlinn. Og þetta er skalla, já, þetta fer í hendina á Arnari Má. Þetta er ekki einu svona stuttu færi, sko. Nei, þetta hefði nú mjög líklega átt að vera víti. Nei, þetta var nú ekki víti. Það voru bara leikaraskapur. Nú voru bara að reyna að gefa dómarann tækifæri til þess að rétta sinn hlut. Laugur vinnur hann á boltan. Nú erum við komin eftir skallatennis. Á endanum fer Númi og harkalega inn í Finnboga. Klárum við að fá aukaspyrnu. Óskar snöggur að stilla upp. Hérna, Finnbogi lausar það. Nei. Fer með hann yfir. Ísak komin aftur inn á. Það kemur við langa bolta. Andri í laupinu. Bjarki skallar þetta í burtu. Það er of mikið allir á leiðinni hlaupið. Það er enginn að koma á móti. Ekki nógu svona ákveðin hreyfing. Vel gert hjá Axel, vinnur boltan. Kemur sendinguna, þarna er fylkarinn. Hendi! Nei, þetta er hendi. Hann er óviss. Hann setur flautin upp í sig. Hann er óviss í sinni skoðun. Já. Boltinn fer vissulega í hendina á honum. Svo er það matsadri dómarann sem er ekki gott að það þurfa að vera þannig. Axel gerir frábærlega, kemur boltanum á Fylki sem snýr, tekur skotið. Hann er með hendina nálægt líkamannum en samt svona gerir hann það þannig að hann fær hann í sig, ég veit það ekki. Hann er allavega ekki alveg upp við hann. Nei, hann var það ekki. Það er þá bara 1-1. Hann núllar þetta út þannig. Já, gerir það. Sem að ætti heldur ekki að vera að gerast. Ísak vinnur hann að skallabolta. Finnbogi með góða sendingu. Skiptingu yfir á Frans sem að næri ekki að taka boltan niður. Vilhelm þarna keyrir hann bara í grasið. Já, þeir eru verið að skilast tilbaka líka. Já. Jói skallar hann á Gulla. Gulli snýr bara rólegur. Gunnlaugur. Og það er Sergei. Og fyrirstu Mikael lítur upp. Kemur með fljótandi bolta sem að Hilmar Elís ver. Það er líka ver hann ekkert að skalla hann. Það var ráðstæða og brot líka held ég. Hilmar. Já, svona mér finnst bara eins og þeir sé að bíða eftir að fá þessi markið þetta Dalvík svona. Já. Þeir hefðu átt að nýta þetta betur þessa yfirbyrðan í byrjun. Já. Halda þeim áfram frekar heldur en að bakka og halda fengnum hlut. Gefa frekar í. Já, þeir eru svolítið mikið í þessu. Já. Sem að hefur nú alveg gengið ágætlega hjá það. Þeir eru að vinna sendiboltana mikið. Já. Gulli færir hann lengra. Það er Halldór. Það er öflugt hjá þeim að geta sett Halldór út á hægra megin þar sem hann er góður á hægri fætinum. Matthew og Gunnlaugur spila vel saman. Þetta er vel getið brot. Þetta er, já, lengi að dæma. Hann leit ekki út fyrir neitt hagnaði en hann beið samt. Arnar Már brotlegur hann að taka þetta stutt. Vilhelm með Hilmar í bakinu. Matthew. Þeir eru alls ekki eins direkt og þeir voru til að byrja með. Axel nálætti að ná honum hann að. Kraftur í honum.
Þröstur og Halldór fær hann yfir. Þetta er vel leyst. Þetta er vel gert. Káramenn nú með öfluga sóknarmenn á bekknum, gætu farið að gera einhverja breytingar. Þeir eru með hann Steindór Mar og Gylfa Brynjar allavega sem að spila í sóknarlínunni. Það væri gaman að sjá þá að koma inn á fljótlega. Númi tekur boltan af Óskari. Það er ekkert á þetta, áfram með leikinn. Hann situr aftur flautin upp í sig en dæmir ekki. Hann er svolítið óákveðinn. Já, hann er eitthvað óákveðinn dómarinn. Ekki alveg viss hvað hann ætlar að dæma. Bakið segir hann. Getur ekki farið í gegnum bakið á mér, sagði Númi. Nei. Eydís hlær. Já. Sendingin skilaði sér inn í teig. Fylkarinn með tíma. Taktu það í varnarmann. Gunnlaugur kemst þarna fyrir. Þar er Vasileski og Númi aftur í baráttunni. Þetta er nú brot. Hann setur flautuna aftur upp í sig. Þetta er svo ósamfærandi þegar dómar að gera þetta. Já, gríðarlega ósamfærandi. Þetta var 100% brot. Já. Hann átti ekkert í boltan hana. Þarna hefði Axel þurft að klára hlaupið. Það er svona óþarfið fyrir því að dómarinn láta þetta tvisvar í röð núna búin að keyra í bakið. Maður er mjög auðvelt fyrir hann að dæma hana sko. Já. Ég er nú frekar viss að þetta er ekki brot. Þetta er ekki aukaspinna. En hún var það hann í seinnaskipti þegar hann rendi sér inn á miðjunni. Óskar heldur áfram að kýtast í mönnum hérna. Hurðu! Við erum hérna í stóra hættu. Við fengum boltan hérna bara beint í okkur. Það þarf að borga fyrir þessa skemmtu. Við þurfum að finna hérna á endursýningunni hver sparkaði boltanum. Hann þarf að borga fyrir þetta. Það er skipting hjá Káramönnum. Frans Bergmann Heimisson fer að velli og inn á kemur Sigurjón Ari Guðmundsson, númer 17. Ekkert spjald hjá Frans í dag. Nei, það er nú bara þokkalegt dagsverk. Arna Már kemur með sendingun hana, Andri eltir hann. Er í baráttunni, Þröstur næra, skíla þess út af. Sigurjón Ari, fyrsti maður inn á bekknum. Kemur inn bara maður fyrir mann. Það er í kantmann eða ekki? Sigurjón drjúgur. Hann að spila fjöldan allan leikjum í fjórudeildinni með K.A. og Skallagrím. Var með Káramönnum í vetur, stóð sér vel. Meiddist svo stuttu fyrir mót. Hann er kominn tilbaka sem er gott. Það er svona aðeins hiti að færast í þetta. Já, menn eru farnir að kalla meira. Hilmar kemur honum út á Sigurjón Ara með tíma. Kemur sendingi fyrir. Það er Aron. Næri ekki að stýra honum. Og góð sending. Já, góð sending. Hann einhvern veginn hoppar upp og fær hann í hælinn. Það er svolítið spes. Hvort hann ætlaði að hafa láta boltan fara gæti verið upp í sig eða eitthvað. Sjá. Það virðist ætla að láta boltan fara. Fær hann í hælinn. Koma Kári í sig vaflan. Jói flikkar hann að boltanum áfram en Hilmar Elís setur þetta í innkast. Ég hugsa að ég væri til í að sjá Steindór Mar koma inn á fljótlega því að það er alveg möguleikar á bakvið sem að enginn sem er inn á núna er að nýta sér í svæðin á bakvið á sprettinum. Já, er hann framherja í yngri flokkunum eða hvernig var það? Komin er. Spilaði hann frammi upp yngri flokkuna Steindór eða? Já, allavega núna svona síðustu ár. Já. Þá var hann frammi, ég veit ekki hvernig hann var í fjórða og neðar, en allavega núna sóknarmaður
snöggur og kraftmikill. Ingimar er erlendis. Ingimar og Eggert fóru saman í helgaferð og slepptu Dalvíkurleiknum. Gefum þeim skamm í hattinn fyrir það. Það hefði nú verið gott að nota þá í þessum leik. Númi Kárason hérna vinnur aukaspyrnu. Leikmaður númer 23 var að gera sig kláran í að koma inn á hjá Dalvík. Sá meistari heitir Steinar Logi Þórðarsson. Já. Þessi markmaður er búinn að standa sig vel hjá hann, finnst mér. Já. Góða spyrnu fram á við. Aron Ingi, flottur leikmaður. Andrif kemur hérna úr ástöðunni. Hann var brotið á honum en hann var fyrir innan. Það er að klárast hérna leikur Víðis og KFS og Víðismenn fara með stórsigur 6-2 í Garðinum. Vestmannaeyingar fara fúlir í bátinn eftir það. Hver er að stjóra þeim núna? Hverjum? KFS. Óðinn heitir hann. Já. Og Dr. Hjalti er með hann sem fyrr. Ok. Það skiptir engu máli hver þjálfar. Dr. Hjalti er alltaf með. Hvað er að tala um hérna? Gult spjald fyrir tafir. Já, þeir eru farnir að tefja. Það eru 65 mínútur búnar. Þröstur Mikael. Það er gult spjald. Það heldur áfram að rífa kjött, þannig að gefa hann bara annað gult. Lesum ekki hugsanir, segir einhver í höllinni. Ég veit ekki hvað er að meina með því. Það er svolítið langur tími í þetta. Spjaldaði hann bara áfram með leikinn. Já. Spjaldar fyrir tafir og tefur svo leikinn sjálfur. Samskipti, segir hann. Dalvíkumenn láta vel í sér heyra hérna í stúkunni. Þeir eru fjórir. Já. Matthew Aron nær ekki að taka hann á boltan. Númi, Kulli og Matthew aftur. Þröstur Mikael með góða skiptingur á Vilhelm. En Sigurjón Ari sér við honum. Þetta er Heilmar Elís þarf ekki alltaf að senda hann svona fljótt í gegn. Það er sérstaklega þegar það er enginn í hlaupinu. Það voru að vera. Aron tekur boltan upp. Hleypir Andri ekki í pressun á sig. Spillir honum svo. Þar er Ísak mættur, setur upp í loft. Og stilla Kárumenn upp og sparkar hann tilbaka. Já. Aftur upp hefði verið gaman. Það var annað langur. Þetta var allt og auðvelt. Og Ísak leiði boltanum, hann var hann að fara yfir sig en Jóhann náði ekki að taka mótið boltanum. Heppinn hann Ísak. Andri, góð sending út. Arnar Már skipti hann bara yfir á Hilmar, hann er aleinn. En Dalvíkingar sjá við þessu. Þarf ekki alltaf að fara beint upp í horn. Það eru svona aðeins að ná að drepa leikinn. Já, núna. Þeir eru það. Það er nóg eftir samt. Klukkan hjá okkur er stopp hérna á 65. Já. Það eru komnar 68 á venjulega klukku. Flott. Klárt. Þá fer Teitur Pétursson og röltir yfir, væntanlega að sækja eitthvað varamann. Kannski bara að fara á klóstið, veit það ekki. Númi Ísak í bankinu, nær að skila honum tilbaka. Það eru Vilhelm, þetta er að ganga. Þetta er hvað? Það er flaut á. Hvað spurning? Það er góð spurning. Vilhelm kominn úr skónum.
Stóra fætur sýnist mér hann Vilhelm. Þetta er Aron Ingi og hver er þetta með honum? Einhver Dalvíkingur kannski? Nei, Ellert. Aron Ingi virðist vera að koma inn á hana og með honum, Það sé ekki bara Ellert. jú, Elli Lár kemur með honum. Hann tók sölfagn í vetur. Elli Lár þegar hann sett hann. Já, Það var alveg mark líka. það er mjög vel gert. Vonandi tekur hann aftur. Já. Hann tekur svo í eins og Cristiano. Það flesti þekkja. Hver heldur að vinni Champions League á eftir, Albert? Ég held að Liverpool vinni það svona 3-4-0. Já. Já. Það er náttúrulega því að þú hatar Real Madrid. Ég segi það nú ekki. Svona alltaf því. Ég veit þú gerir það. Jæja. En já, þetta var ekki alveg eins spennandi, verður ekki eins spennandi úrslitaleikur og við hefðum getað fengið en Nei. Ég held að það verði bara þessi þrautar. já, ok. Þetta endi í vítaspyrnu. Þarna eru Dalvíkingar virkilega ósáttir með að fá ekki horn. En Dino fljótur að setja í gang. Þá verður að nýta sér það að þeir séu reiðir. Fiska á eins og eitt rautt spjald eða eitthvað. Nei, skulum frekar gera eitthvað með boltan heldur en láta það hafa hann. Matthew og Bjarki Fylkir snýr vel, kemur boltanum út á Sigurjón Ara. Andri er hann í hlaupinu. Sigurjón reynir að koma honum, er þetta Hilmar, sorry. Ég leit að fara, ég held að það verður rángstæðar en Andri. Andri leit að fara þarna. Dalvíkingar eiga innkast sem voru tölvöld betra heldur en aukaspyrnu. Ekki skipta núna. Jú, það hljóta er að fara að gera breytinga. Næst vantilega þá. Þröstur á línunni heyrir ekkert í þeim. Ísak nær ekki að koma boltanum fram. Matthew, Jói. Sigurjón Ari vinnur boltan. Vel gert. Komin yfir. Finnbogi með tíma og pláss. Vinnur boltanum í hlaupið á Axel. Heldur honum inn á. Missir hann svo út af. Og þá gera Káramenn skiptingu. Og það er Aron Snær sem kemur út af og sömuleiðis Fylkir úr Árbæ sem kemur út af og inn á koma Ellert Lár og Aron Ingi. Þá hljóta þeir að hreyfa eitthvað við liðinu. Efast að Aron Ingi komi inn á miðuna. Elli gerir það allavega. Sjá, þetta er sjáu þarna standið á Aron Inga sem ég var að tala um áðan. Sjaldan verið eins mjór. Já. Það kom ekki bara á kantinn. Nei, Eða hvað? þeir Bara á bara miðjuna? stilla sér upp á miðunni og Elli djúpur. Já. Hvað sérðu? Ellert Lár og Aron Ingi. Er komin á Fylkir og Aron Snær út af. Sergej með langa bolta fram á Ísak sem tekur hann vel niður. Nú verður að Káramenn að setja svolítið tempó í þetta. Rúmar 15 mínútur eftir. En þetta má ekki gerast oftar í þessum leik að það fara alltaf allir í hlaupið, Albert. Já, bara Það þýðir ekki neitt, þá fer öll varnarlínan bara niður með þeim. Það er lokast allt pláss. Já, og svo bara þegar þið vinna boltan er þetta svo auðvelt að sækja hratt. Akkurat. Æj. Matthew með frábæra skiptingu yfir á fjær. Hey. Hér er þetta Vilhelm í færinu. Dino sér við honum. Vilhelm missir boltan aðeins frá sér hana. Getum ekki að sjá þetta aftur. Halldór kemur hana. Frábær sending. Matthew fær boltan, lítur upp, sér hann, frábær sending. Touchið ekki nógu gott hjá Vilhelm. Hérna er Andri Hinum er Andri mættur með boltan fyrir utan teginn. kominn. Skoti í varnarmann. Axel nær að halda þessu inn á, halda í sér leik, kemur með sendinguna fyrir.
Helgi Lár hann í baráttunni. Týndi boltanum. Já, Matthew með hann. Þetta er bara orðið eins og bortennisleikur hérna. Vasilevski skilur honum niður. Það fara Aron Ingi í sína fyrstu snertingu. Hann með góða vinstri fót. Og nýtir hann ekki. Hugmyndin var góð, Aron var ekki með í þessu. Þannig að þessi út af. Halldór sparkar boltanum út af og segir svo að þeir standi bara 3. Vel gert hjá Gunnlaugi. Fer hérna fram úr Arnarum á. Elli kemur með sendingun upp í hægra horni. Það er nú enginn í hlaupinu. Hilmar Illís tekur seinni boltan. Aron rólegur. Ísak skiptir honum yfir. Það er Vasilevski alveg einn. Það er einhver að koma. Skiptir honum þarna aftur á andra. Skallar hann fyrir. Fyrir í baki á hann. Já, eitthvað. Ekkert á þetta. Þeir eru aðeins Dalvíkumenn búin að svona ná einhvern veginn að læsa þessu síðustu 20 mínúturnar. Þeir eru búin að gera það. Þegar minnkar þolinmæðin í Káramönnum þá er það auðveldara fyrir Dalvíkinga að verjast í. Já. Ísak keyrir inn í baki á Jóa sem skallaði hann áfram. Þetta er reyndar ótrúlega þannig. Áfram með leikinn sagði dómarinn en stoppar út á höfuðmeiðslum. Hann dæmdi ekki aukaspyrnu. Þetta er svo augljóst brot og hann setur flautinu upp í sig aftur og hættir við. Já. Þetta er svolítið spes. Keyrir hann í baki á honum. Þetta var bara frekar klaufalegt. Jói gjössanlega trilltur að fá ekki aukaspyrnu. Skila vel. Dómarinn tekur sér rosalega góða tíma í allt. Það hefur leiðinlega áhrif á leikinn. En auðvitað viljum við að Káramenn jafni þannig að við erum pirraðir á öllum tíma. Ef hann tekur hann upp þá er það óbein samkvæmt Þóri Þorsteini allavega. Nú með skallar hann áfram, Finnbogi tekur hann niður, Jói kemur í pressuna. Svo kemur númið þarna, Ísak gerir þetta vel. Kaldur. Færir hann yfir. Hilmar. Sigurjón. Missir boltan. Vel gert hjá Vilhelm, stendur bara gjör. Bara hann að maður. Það er ekkert á þetta var boltinn. Þetta er nú eitthvað skrítið þarna seinni. Við þurfum að fá að sjá þetta aftur. Dómarinn stoppar leikinn. Já, hann stoppar alltaf bara leikinn. Hann dæmir aldrei neitt. Hann stoppar alltaf bara leikinn. Já. Hann á ekkert að gera það. Nei. Ekki nema þessu í höfum. Sjáum hérna. Vilhelm tekur boltan á Sigurjón Ara. Svo kemur Elli í tæklinguna. Og svo stoppar hann bara leikinn. Hann sparkar hann í. Já, setur takkana upp í loft. Lyftir tökkunum upp í Hilmar. Dómarinn hefur ekki hugmynd hvað hann ætlar að dæma að gera. Nei, hann bara stoppar leikinn. Dalvíkingar ætla að gera hér breytingu. Við þurfum að fá að sjá hver það eru. Það er eitthvað læti hann. Þetta er sko, hann sparkar náttúrulega upp á eftir hann sko. Hann gerir það sko. Ef við getum fengið að sjá það aftur, hann á eftir. Þegar hann tæklar hann og sparkar sig hann upp í hann, það er maður alveg sér dæmt raut á svona. Algjörlega, það er alveg hárrétt. Þannig að sér það að Hilmar er að lýsa þessu fyrir honum. Já, sýnir honum innra læri. Þarna fekk ég takkan í mig. En dómarinn stöðvar leikinn. Hann stoppaði bara leikinn. Þarna sjáum við þetta aftur. Ég er ekki viss með sér. Já, þetta er og hann spinnir aðeins frá sér sko. Magan sko. Já. Af því að það er ekki eins og að lappirnar fari bara upp í loftið, því hann spinnir svo aðeins frá sér líka. Já, það er ekki eðlilegt að detta svona held ég. Út af fyrir leikmaður nr. 5, Bjarki Freyr. Og hann er Árnason. Inn á kemur leikmaður nr. 23, Steinar Logi Þórðarsson sem búinn að gera sig klára núna í síðustu 10 mínútur. Ekki með leggklífurnar á sér. Þurfti að teipa. Lengi að gera sig til. Finnbogi gerir á stað. Káramenn virðast vera orðin dálítið örvæntingafullir. Já, fá
fá hornana, ekki gengið vel í hornunum hingað til. Andri virðist ætla að taka þetta. Brandur hann í hóndinu. Víkingarnir eru það óánægðir með þetta hjá Andra, stillir boltanum upp aðeins fyrir innan línuna. Víkingur Reykjavík kvartaði mikið undir þessu. Það er að skaga með pökku þeim saman inn á Norrálsvellinum. Elli. Já, það er lítið að frétta núna. Já, Dino með langa skiptingu í vill hægri. Andri tekur hann. Aron fær mann svo í bakið. Nú með Andri með sendinguna. Hún er léleg. Andri skallar hann þarna upp í stúku. Halldór tekur innkastið. Kastar hann fram á Jóa sem bara stíginn út af Vasilevski. Svo setur hann tilbaka. Já, sjáum manna staðan er 2-0. Borja með bæði mörkin snemma í leiknum. Bæði eftir föst leikadriði. Sem er hrikalega svekkjandi fyrir Káramenn. Þegar leikurinn hefur ekki spilast þannig. Hvað ætlar hann að dæma? Já. Hann ætlar að dæma á Andra. Já. Flækist þarna í Steinari. Ísak kemur með langa sendingu fram. Og Andri flækist þarna í honum. Já, ok. Og Ísak liggur. Höfuðmeiðsliðin. Já, heldur allavega eitthvað á hausinn. Hann var svolítið síðan að hann fekk högg á andlitið. Já, einmitt. Getur alltaf verið það. Nei. Það er ólíklegt. En Káramenn gera sig tilbúna í tvöfalda breytingu sýnist mér. Það er Ýmir. Ýmir Hjálmsson er að koma inn á. Og er hann eini? Já. Nei, þarna er Gylfi Brynjar líka. Gylfi Brynjar Stefánsson. Já, og Axel og Ísak fara að velli. Já. Axel Freyr og Ísak Örn fara að velli. Gylfi virðist stilla sér upp á vinstri kantinum. Finnbogi fer inn í hafsend. Aron Ingi kemur í vinstri bak og Ýmir inn á miðuna. Aron skallar hann út af Gylfi í Magista skónum mínum. þínum. Já, já. Það er svoleiðis. Þetta skotnið sem hún skoraði er 8 mörk í Nei, Fyrstdeildinni í fyrra? nei. Þetta, ég gat ekki notað þetta. Nei. Voru þau ekki 8 annars? 9. 9 voru. Alltaf mikið að vítum. Sér hvað ég er búinn að hlífa þér mikið við gengi framara í bestöldinni. Það er ekkert að fara neitt Nei. mikið við það. Hann er nú fyrir innan hann að númi. Hann lætur að fara. Við hóttum að leika á morgun. Leikar á morgun 4. Heima í Safamýrinni gegn Val. Yes, síðasti leikurinn. Síðasti leikurinn í Safamýrinni. Segja þér. Já, þeir eru búin að segja það áður. Þú voru væntanlega í byrjunarliðinu þar. Ég vona það. Já. Sigurjón Ari færir hann þarna yfir á Óskar. Óskar kemur með hann lengra á Finnboga sem að getur stíið með boltan. Andri þarf að fara að færa sér nær tegnum, hætta þessu dútli. Það er hann sem á að skora mörkin í þessu liði. Það er að vera inn í teig. Vel gert hjá Ella, þungt högt hjá Sigurjón Ara. Þetta er ekki að ganga hjá Káramönnum. Svolítið þvingað. Já. Þvingað og örvæntingafullt. Það er skipting hjá Dalvík. Númi Kárásson fer hér út af. Hann er búinn að hlaupa sennilega 12-13 km í þessum leik. Skilur vel að hann sé þreyttur. Inn á kemur leikmaður númer, veit það ekki. Númi gefur honum ekki einu sinni fæfið, jú.
kemur hann að gangi vel. Þetta er ekkert númer hvað þessi gæði er. Hann heitir Aron Máni Sverrisson, númer 3. Aron Máni kemur hann inn á fyrir núma, stilla sér uppi á inn á miðunni dálítið, 5-4-1 eða hvað. Það er bara þetta. Já, þeir eru búin að gera þetta vel í seinni hálfleiknum. Já, gjörsamlega búin að drepa allt líf. Vasilevski hreinsar þetta frá, það er bara engin í baráttunni. Sigurjón kemur honum á Ella. Elli næra skilur honum tilbaka. Finnbogi missir hann á langt frá sér. Gunnlaugur kemur á flegiferð þarna, vinnur boltan, ekkert á þetta. Gunnlaugur með skoti, það er auðvelt fyrir Dino. Maður heldur honum. Illa nýtt. Mjög illa nýtt. Hann þurfti ekkert að skjóta strax. Voru hann að koma eiginlega 2 á 1. Alvöru tækling. Hann hægir á sér hann að leikmaður nummer 9. Ég skil ekki alveg af hverju. Jói nennir ekki með honum. Sendir hann bara einn í þetta. Það eru komnir aftur inn það. Káramenn er að tapa boltan út aldrei. Það er ekkert að frétta. Koma þeir í pressuna þarna, Aron og Gylfi. Þeir eru ferskir, nýkomnir inn á. Aron kemur full geist í hann þarna. Allt er eðlilegt að ætti hann að fá gull spjald þarna. Það hefur ekki, jú, kemur þarna. Klotti við tönn hann Aron. Vissi posisjókina. Þetta er óþarfi að það er svona lítið eftir hjá Káramönnum. Þetta er bara ljótt segir stúkan. Þessir 4 Dalvíkumenn sem eru mættir. Mér finnst ansi líklegt líka að Dalvíkingar séu heima á Dalvík núna brjálaðir yfir því sé alltaf að kalla á Dalvíkumenn. Allir taki leikinn bara í rútun og leiðinni heim. Já, getur verið. Það er magnað. Þeir fá sér ekki póla í rútun og leiðinni heim, það er nú einu sinni laugardagur. Gylfi brýtur hann að Gunnlaugi en það dæmi ekki neitt. Hann setti flautuna samt örugglega upp í munnin held ég. Það er byrjuð hvað. Það veit ekkert hvað er í gangi. Halldór gerir vel, kemur sér inn í teginn. Sendingin, Finnbogi kemst fyrir. Andri stendur hérna, hendur mitti. Já. Svektur. Hefði viljað gera meira. Tíminn er að renna út hér. 3 mínútur til leiksloka. Plús uppbóta tími. Það gæti nú alveg verið einhver því að dómarinn er búinn að tefja leikinn ansi mikið. Má sjá, Káramenn á að koma þessi í burtu. Hanna vinnur, nei, Gunnlaugur með skotið. Það er framjá, aldrei líklegur. Dino strax í leik. Óskar. Svona er þetta búið að vera allan síðari hálfleik. Dalvíkingar, þeir skalla þetta bara frá. Ekkert spil, bara langir, gerist ekki neitt. Elli sendir hann út af. Í sjóáskildið. Í sjóáskildið. Haraldur Gate Míkalsson að styrkja Kára vel. Þar færir hann Ímir. Sendinguna upp á Arnar Már. Hann er Elli. Rennir sér, nei. Gunnlaugur kemst inn í það. Það var Aron Máni sem næri ekki að skipta honum inn yfir. Aron Ingi kemst fyrir það. Upp og síð. Þessi var tæpur. Var alveg. Tæpsending tilbaka frá Finnboga en Dino næri að skila þessu út af. Góð pressa hjá Jóa. Dalvíkingar halda áfram að taka sér tími í þetta bara leyfa tímanum að fljúga frá sér. Já, þessi er inn á. Arnar Már keyrir af stað. Og hvað? Andri færir hann í samloku og þá flautar hann. Með mikinn fögnuð Dalvíkumanum. Já, þarna var Gylfi heppinn að boltinn skildi hafa verið á rúli. Steinar ósáttur við línuvörðinn. Ég veit ekki af hverju.
Látt hann dæma á þetta, segir einhver inn í stúkunni. Einn af þessum 4 Dalvíkingum. Það er búin að vera... Já, þú þarf að láta Eydísi heyra Já, það er algjör óþarfi. Best á vellinum eiginlega í dag bara. Hún er búin að vera það. Fyrir utan Borja fyrstu 10 mínútur, þá er hún búin að vera best. Aron Ingi losar hann í burtu upp í loftið. Og þá geta þeir stíið ofar, gefið sér tíma í að senda boltan tilbaka. Langur alla leið á Dino sem kemur hann væntanlega strax í leik hérna. Finnbogi getur stíið. Bara er ekkert í gangi. Andri hérna og Gylfi. Sergei skallar hann út af. Þarna vinstra megin í mynd sjá Brand Sigurjónsson og Lúlla Gunn. Nó spjalla þeir. Já, þeir geta spjallað sérstaklega þegar við umræðefnið er fótbolti. Þessi er inn á, snúðu. Finnbogi skiptir honum yfir hana, Sigurjón Ari tekur hann á bringuna. Þeir komast ekki einu sinni nálægt teiknum. Nei. Þetta var skrítin sending. Finnbogi er að koma niður og sækja hennan. 91 á klukkunni. Þetta er að vera búið. Veit ekkert hvað hann bætti við. Hann er ekki búinn að segja mér það. Finnbogi langur fram á engan. Jói vinnur hennar skallabolta. Þá kemur Gunnlaugur. Það var væntanlega bara að halda á boltanum. Ekki brjóta. Ímir fyrir pressuna. Ímir heldur honum. Brýtur svo. Hún er alveg með þetta á tæru. Þetta er brot. Þetta má ekki. Það er skipting. Út af kemur Jói. Og hver fyrir líka? 9 og 10 eða ekki? Jó, Jói og Halldór. Já, byrju. Jú. Nei, þetta er 11 hann eða ekki? Jú, Jói, Jóhann Örn og Gunnlaugur Bjarnar fara út af. Drullast út af, segja þær. Andri stendur á miðjunni, lætur að heyra það. Inn á koma hverjir. Þetta er ótrúlegt að skipta þessu. Númer 2, Kristján Freyr Óðinsson kemur inn. Spurning hvort þeir nái mínútu. Og númer 18 sömuleiðis, Rúnar Helgi. Leikjabónus. Halldór hann að næra að koma boltanum á Matthew sem keyrir inn í teginn, snýr vel, chippar honum fyrir. Það er Dino, tekur hann. Boltinn þarf að koma fram, það er eitthvað að fara að gerast. Andri næra að taka á mótanum. Það er bara haldið í hann, þetta er nú bara spjald, samkvæmt mínubókum. Hann ætlaði að gera, jújú, hann kemur það. Andri tekur þetta sjálfur. Sendingin á Aron, þetta er góð sending. Þetta er að reyna við Robin van Persie inn hann. Já. Við heyrum í þessum 4 Dalvíkingum sem að gera sér ferð. Spyrja hver ertu. Hann heitir Aron Ingi. Það var svo því sé svara. Andri vinnur hennar skallabolta upp í Þröstun er að koma þessi burtu. Matthew á Halldór. Halldór á Kristján. Matthew lætur ekki Ímir lætur ekki platsi, tapar hún samt aftur. Hangir í honum. Áfram segir dómarinn. Það er komið 94 á klukkuna og þá fer hann að hvetja á til þess að halda áfram. Já, þetta hefði ekki verið skemmtilega síðustu 10-15 mínútur. Nei, alveg heldur betur ekki. Alveg gjössalega steindautt. Langi boltar á báða bóa, ekkert gengur.
Þetta hlýtur að rangstæða Já. athyglisverð sending. Það var pröfulegt að geta Káramenn gert svona síðustu tilraun til þess að sækja. Er þetta ekki búið, spyrja Dalvíkingar? Já, komur 5 yfir. Já, Þannig að hann flautar þetta. þá flautar hann þetta af. Leik lokið hér í Akranesvellinni. Dalvíkingar hann með 2-0 sigur heim á Dalvík. Vinna hér gegn Káramönnum. Ætlum við ekki að sjá mörkin. Fyrra markið Halldór með fyrirgjöfuna. Þar rís hæst Borja López Laguna López. Skallar hann í fjær. Virkilega góður skalli. Það er svo hotspyrna sem er hreinsuð frá. Gunnlaugur Rapp með skotið. Finnbogi verst því en þar stendur Borja aðleitt og klárar það vel. Borja fór svo út í hálfleik, var búinn að gera sitt. Þegar að leiða á leikinn þá náðu Káramenn lítið að opna Dalvíkingana en við ætlum bara að þakka fyrir okkur hér í dag. Já. Albert, gaman að vera með þér. Takk sem leiðis. Þökkum þeim sem að horfðu fyrir það og við sjáumst síðar í næsta leik.